Virðulegi forseti. Sá sem hér stendur hefur starfað í nokkra áratugi við innflutning og smásölu á Íslandi og það nokkuð merkileg iðja. Erlendis gjarnan talað smásala og þá sem standa í þessu bixi sem frekar litlausa karaktera. Þetta ekki talið mjög spennandi verkefni, en á Íslandi þetta æsispennandi. Það gerist afskaplega sjaldan á Íslandi að vara sé pöntuð erlendis frá, síðan verðlögð, seld og á endanum greidd á sama degi eða sama gengi. Það þýðir að sá sem stundar verslunarrekstur og innflutning á Íslandi alltaf að kaupa x marga lottómiða með þegar hann að stunda sinn rekstur. Þær viðmiðunartölur sem maður hefur heyrt frá nágrannalöndunum okkar, eins og til dæmis Englandi eða Norðurlöndunum, yfir hvað þykir ásættanlegt yfirmark eða útkoma úr rekstri í dagvörumarkaði, þætti eiginlega bara brjálæði hér. Þegar að menn að tala það að það sé ásættanlegt að fá 2% út úr rekstri á matvörumarkaði. Hérna á Íslandi 2% bara rétt til þess að dekka gengisvarnir fram að hádegi. Og þegar að við erum í því ástandi að allur reksturinn, all kerfið lotterí, að þá verðum við samduna ástandi. Og hverju munar það hvort við tökum sénsinn á því að reikningurinn á vörunni sem við seljum í dag hækki þriðjung þegar við borgum hann, eða því hvort að við höfum opið 2-3 klukkutímum seinna eða yfir nóttina. Það pínu lítill viðbótar áhætta miðað við þá áhættu sem að við eigum við með íslensku krónuna og gengisóstöðugleika sem við höfum þekkt hérna.